Nokkur orð slag á Íslandi. Þetta eins og hefur verið talað hér í dag. Þetta algengt vandamál því miður. Síðasta rannsókn sem var birt þar sem var farið yfir faraldsfræði slags á Íslandi sýndi að það bil 330 einstaklingar fá blóðþurrðarslag á hverju ári og miðað við það að fólki hafa aðeins fjölgað á Íslandi og túristunum hefur heldur betur fjölgað, að þá göngum við nokkurn veginn út frá því að það séu það bil 350 til 360 einstaklingar sem fá slag á hverju ári á Íslandi. Nú, það mikilvægt að átta sig á því að þessi meðferð sem ég að tala hún á ekki við í öllum tilfellum. Segabrotnámið á bara við þegar það blóðtappi í stórri slagæð og þessi mynd á að sýna af öllum þeim sem eru með blóðþurrðarslag þá lítill hluti sem á að fá segaleysandi meðferð eða það viðeigandi meðferð og svo líka hluti sem á að fá segabrotnám og burðirnir þurfa að vera til þess að velja þarna hratt og vel og örugglega þannig að fólk fái bestu mögulegu meðferð. Bakgrunnurinn á Landspítalanum, eins og ég segi, við höfum verið með þessa meðferð bak við eyrað og svona hort til þessa undanfarin ár en það fyrst 2015 sem að svona vísindalegu gögnin verða til. Fljótlega eftir það var farið í allsherjar endurskoðun á allri meðferð við blóðþurrðarslagi, ekki bara innæða meðferðinni, heldur líka segaleysandi meðferð og allri umgjörðinni og sú vinna var alveg gríðarlega mikilvæg að koma þess á koppinn og þeir sem leiddu þá vinnu eiga mikið hrós skilið og Björn Logi Þórarinsson sérstaklega, taugalæknir sem dreif það áfram og gerði það að verkum að það blasti eiginlega við að við þurftum að taka upp þessa meðferð og framkvæmdastjórn Landspítalans ákveður að hefja þessa meðferð, tekur það ákvörðun raun og veru í lok árs 2017 og síðan febrúar 2018 höfum við verið að veita þessa meðferð á Landspítalanum. Það fylgja því margar áskoranir fyrir okkur á Landspítalanum að gera svona lagað. Við erum í raun og veru of smá eining til þess að takast á við svona verkefni en kringumstæður eru þannig að þetta ekki tilfelli sem hægt að flytja til útlanda. Það ekkert annað hægt að gera en að reyna að veita bestu mögulegu meðferð við þær kringumstæður sem til staðar. Þannig að sú áskorun má auðvitað ekki stöðva okkur. En þegar ég vissi síðast að voru við smæsti aðilinn í Evrópu sem veitir svona meðferð við blóðþurrðarslagi. Það reyndar talsvert að breytast vegna þess að fjölda þeirra einingar sem veita svona meðferð fer fjölgandi vegna þess að meðferðin veitir svo mikinn árangur að það þykir ekki forsvaranlegt að segja að við erum of smá til að gera þetta. Þannig að smæðin samt vissulega ákveðin hindrun. Þegar verkefni byrjar þá eru fáir í raun og veru með sérþekkingu og reynslu af þeim inngripum sem þarf að veita og það þurfti að leggja ákveðna fjárfestingu bæði á starfsfólki og rekstrarvöru og það þurfti auðvitað mjög mikið þverfaglegt samstarf þar sem að fagfólk frá bráðamóttökunni, taugalækningadeildinni, röntgendeildinni og svæfingadeildinni þurfti að vinna saman og samhæfa sig í öllum þessum aðgerðum þegar við vitum að því að tíminn svona mikilvægur. Þannig að þetta var heilmikil fjárfesting fyrir Landspítalann í raun og veru.